Það ýmislegt sem maður heyrir. Maður ræðir við foreldra sem að reyna að henda börnunum sínum út og krökkum sem að reyna og ungu fólki sem að reyna að kaupa sína fyrstu eign eða stækka við sig. Og daginn var ég að tala á fundi þar sem að foreldrar voru að mæta með unglingunum sínum eða ungu fólki og það sem að maður heyrir svolítið hvernig talað við ungt fólk. Ég veit að það ekki verið að reyna að skemma eitthvað fyrir, en því miður það þannig að eitt af því sem svo mikilvægt fyrir ungt fólk í dag að temja sér bara hlusta ekkert á eldra fólk. Vegna þess að það svo mikið að reyna að svona draga úr þeim tennunar einhvern veginn krökkunum varðandi það að geta komið sér inn á markaðinn. Maður heyrir ekkert annað en að það geta enginn keypt sér neitt. Það komist enginn inn á markaðinn. Það svo erfitt að kaupa sér. Og þetta það sem að börnin heyra. Og þeir alast upp í því að heyra aldrei neitt annað. En að allt sé ómögulegt. Og helst verði bara fólk að flytja úr landi. Man að einhvern tímann setti á neti einhver ummæli hvað það var þar sem ég var að benda á þetta. Að hvað það væri mikilvægt einmitt fyrir sko foreldra og fullorðið fólk að vera akkurat ekki að tala svona. Og bara næsta komment var flytja til Danmerkur. En þetta það sem að fólk að heyra kannski og sennilega í fyrsta skiptið. Og ég veit að allir hafa heyrt að það erfitt að kaupa sína fyrstu eign. Og það hafa allir heyrt að það hafi alltaf verið erfitt að kaupa sína fyrstu eign. En ég held að þetta sé aðeins annað en áður. Að jafnvel foreldrar barna sé að segja að þetta sé algjörlega hóplaust fyrir þau. En það sem ég langar þá aðeins að fara í gegnum hvernig það nú bara víst hægt. Og þegar við förum af stað þá þetta bara svona ákveðið verkefni, úrlausnar efni eins og það að ætla að fara í stúdentspróf. Það ekkert við þetta sem skemmtilegt eða auðvelt og ekkert eins og við vildum að það væri. Og þetta ekkert eins og okkur dreymir að þetta sé, en við þurfum bara að gera þetta almennilega því annars föllum við á prófinu og sjáum alltaf eftir því. Og það sem að svo mikilvægt að líka við áttum okkur á í þessu að það nokkur atriði sem við verðum að gera. Eins og til dæmis það að kaupa sér íbúð. Við verðum að gera það. Ef við ætlum ekki að kaupa okkur íbúð, þá verðum við í fátæktargildru og munum ekki geta haft það þokkalegt til að vera eldri. Það enginn á leigumarkaði eitthvað ægilega glaður með það. Ekki einu sinni fólk í útlöndum, þar sem leigumarkaður öðruvísi á Íslandi, þar sem fólk jafnvel komið á lífeyrisaldur og að borga helminginn af tekjunum sínum í leigu. Það enginn ánægður með þessa stöðu að sjá allir eftir því að hafa ekki komið sér inn á markaðinn á einhverjum tímapunkti. Þannig að þetta númer 1. Þetta svona eitt af því sem bara hvort sem okkur líka betur eða verða, þá verðum við að gera það. Hitt það, við verðum að greiða niður þessi lán. Sko, það hægt að sleppa því að kaupa sér íbúð og það hægt að sleppa því að greiða lánin niður eða greiða þau bara yfir alla ævina. En það sem mig langar að hjálpa fólki við að hafa það gott, fjárhagslega. Og það alltaf minn útgangspunktur þegar ég að ræða við fólk peninga. Ég ger alltaf ráð fyrir því að við séum sammála það að við viljum hafa það gott. Og við höfum það ekki gott nema við getum keypt okkur íbúð og greitt hana niður. Og það sem svolítið áhugavert í þessu ferli síðan, þegar farið af stað, þegar viðkomandi búin að segja ég ætla ekki að hlusta á mömmu og pappa og ég ætla ekki að hlusta á það sem allir að segja mér og kennararnir, ég ætla bara að safna fyrir íbúð, að auðvitað þarf að setja upp eitthvað planvarandi það hvernig eigum við að gera það, praktískt. Að því ég veit að það hægt að skrá sig í viðbótarlífeyrissparnað og jafnvel tilgreinda séreign ef upp á vantar. Það hjálpar verulega. Við vitum að við þurfum að leggja fyrir, en það sem að ég heyri svo ofta að vantar aðeins inn í þetta hversu mikið. Og við höfum ekki verið að hugsa einhverjum hlutföllum, við höfum ekki verið að hugsa sömu tölu fyrir alla, heldur langað með að deila með ykkur því sem að ég að heyra af og heyra frá fólki sem að búið að fara í gegnum þetta eða í þessu ferli, að raunverulega að virka. Og númer 1 það að gera þetta hratt. Eins hratt og hægt Það þýðir að fólk þarf að taka ákveðin tíma þar sem það eyðir engu og vinnur rosalega mikið. Og þegar ég að segja eyða engu, þá ég að tala það ekki verið að kaupa sér neitt. Það ekki verið að finna sig á einhverju ferðalagi, það ekki verið að kaupa sér hljóðfæri eða bíla eða neitt. Það ekkert svoleiðis í smá tíma, vegna þess að það miklu skárra að gera þetta á eins og ég að sjá, fólk sem búið að segja menn aldrei geta keypt sér íbúð, kannski að safna sér fyrir útborgun á 1,5-2 árum.
sem hljómar alveg gali, en þetta það sem ég raunverulega að sjá. Þess vegna verður alltaf svo pirraður þegar ég sé þessu umræðu á netinu, enginn getur keypt sér. Það miklu bærilegra heldur en að taka 10 ár í þetta. Og það sem að við gerum þá að við skráum þetta niður og við skipuleggjum. Og ég veit að það hljómar alveg hræðilega líka. En við þurfum að hafa einhvern fyrirsjáanleika í þessu, hversu mikið það verður sem lagt fyrir, til þess að við sjáum einhvern enda á þessu ferli. Og það langar með þess að sýna ykkur svona sem dæmi að því hvernig hægt að gera. Og ég sett upp reiknivél hérna á netinu sem að, áttum með hvernig við komist inn á, já, býtum nú við. Já, þá þurfum við að gera svona. Núna ættum við að fara inn á vefinn og allt og stór ég hérna, förum bara inn á reiknivélar. Og hér reiknivél þar sem stendur sparað fyrir útborgun. Vegna þess að það sem að gerast, af hverju ég að tala líka að gera þetta hratt, það ekki bara vegna þess að það geta allir bitið á jaxlinn í stuttastund, en það erfiðar að bíta á jaxlinn í áratug og hvernig við lítum á lífið okkar breytist eftir aldri. Þannig að sá sem tvítugur, hann hefur allt annað tímaskinn en sá sem fertugur eða 50, foreldrarnir. Foreldrarnir segja, þetta ekkert mál, þetta tekur því 6-7 ár. En fyrir einhvern sem tvítugur, þá 6-7 ár, það bara einhver önnur manneskja sem verður þarna eftir 6-7 ár. Það svo langur tími. Og það sem gerist á þessum tíma, og við getum aðeins leikið okkur með hér, að við þurfum að hlaupa hraðar en markaðurinn. Og það eitt af því sem svo óbóðslega erfitt að spá fyrir Hvernig það? Hægt að safna fyrir íbúð þegar íbúð verður hækkar og hækkar. Það eðlilegt að fólk sé að tala þetta vegna þess að þetta svolítið reynslan. Svona síðasta tæpa áratuginn að það hefur verið erfitt að safna fyrir fyrstu íbúð vegna þess að við erum kannski að telja við sem að gera okkar besta. Við erum að leggja fyrir. En íbúðin sem ætlum að kaupa, hún bara hleypur hraðar en við náum að spara. Og þarna kemur eitthvað inn í planið okkar sem það versta sem við fáum, sem vonleysi. En við getum leikið okkur aðeins með þetta og sagt hér að það sé einhver sem ætlar að safna sér einhverju fjárhæð, ef við segjum bara 11 milljónum. Þetta fjárhæðin sem þarf að safna í útborgun. Og við þurfum að segja hvað við fáum mikla vexti. Og þá komum við líka að því, hvað skiptir máli og hvað skiptir ekki máli. Ef við erum að leggja fyrir peninga í skamman tíma og skipta vextinir engu máli. Þetta ekki það sem maður langar að heyra. Það allir voðalega uppteknar að því hvort þeir fá 6,5 eða 7,1% á bankabókinni sinni. Það skiptir engu máli. Ef þið að safna í 1, 2, 3 ár, þá skiptir þetta engu máli. Það ekkert að færa ykkur nær markmiðinu að fá örlítið hærri vexti. En okkur finnst þetta skipta svo miklu máli vegna þess að þetta eitthvað sem við getum svona aðeins verið að leika okkur á og okkur finnst við hafi verið að ná árangri að því við settum inn á reikning sem skilar hærri vöxtum. Það ekki þannig. En segjum að við fáum 5% vexti á bankabókina og við þurfum þá líka að reikna með því að meðan við erum að safna sé húsnæðisverðið að hækka. Og hvað hækkar það mikið? Ég veit það ekki. Hér erum við kannski að tala í nafnvöxtum, þannig að segjum að íbúðaverðið hækki kannski 6% á ári. Ef að vextinir eru 5%. Og þá þurfum við að færa hvað við ætlum að leggja fyrir í hverju mánuði. Og sá sem að í skóla, sá sem að stunda dýr áhugamál, sá sem að rembast við að koma sér inn á vinnumarkaðinu og með mjög lágar tekjur, getur haft afskaplega mikið annað við peningana að gera en að leggja fyrir. Og ég heyri þetta líka frá foreldrunum. Og ég spyr, barnið þetta, því að mjög oft ég að hitta fólk sem hefur verulega áhyggjur á börnunum sín út af íbúðamarkaðnum. Og ég spyr, við komið að vinna? Já, við erum bara loksins að vinna fulla vinnu. Og hvað verið að leggja mikið fyrir? 70.000 kall á mánuði. Bara allt og lítið. Einhver sem býr heima hjá sér þarf ekkert að eyða neinu í neitt. Þannig að við eigum að vera svolítið dugleg, við eigum að leggja mikið fyrir í skamman tíma. En ef þetta væri lítið, segjum að það sé verið að leggja fyrir 70.000 kall á mánuði. Hvað þetta þá mikið? Já, það bara tekst aldrei. Íbúðin hleypur hraðar en við náum að safna. Þetta það sem fólk hefur verið að lenda í. Þess vegna viljum við gera þetta hratt. Þess vegna segi ég að við þurfum að setja hérna tölur þar sem okkur bara fáum pínum hnút í magan. Segjum að einhver sé komin inn á markaðinn, komin með
500.000 krónur útborgaðar, 400.000 krónur útborgaðar í laun, þá þarf þetta eiginlega bara allt saman að fara inn á þetta. Segjum að séu 350.000 á mánuði, hvað munar það? Þegar nú tekur þetta bara tæp 3 ár. Þetta eru dæmi sem ég sé að þeir að virka. Og þetta gerir það. Ég að hitta bara einhverja tvítuga krakka sem fá engan stuðning og þau eru að kaupa sér íbúðir. Og það aldrei neinn töfralausn. Enginn af þessum krökkum að veðja eða gamla eða að taka einhverja sénsa eða fjárfesta á hlutabréfamarkaði. Þau eru alltaf upptekið með að fara í vinnuna og eyða engu. En það eru líka þau sem eru að fara að kaupa sér íbúðir. Og meðan vinirnir eiga ennþá 10 ár í það. Af því að vinirnir eru að gera þetta með 100 skall á mánuði, en þau eru að rembast við það að gera þetta jafnvel þótt að sé svolítið sársaukafullt. Og það sem okkur vantar í þetta síðan að við getum bætt við viðbótarlífeyrissparnaðinn og það gengur þetta ennþá hraðar. Þetta svona þessi tímapunktur þar sem að fólk þarf svolítið að segja nú bara ætla ég að vera svolítið fullorðin og ég þarf að gera þetta. En hversu miklu þurfum við að safna? Hvað þarf útborgunin að vera há? Já, sko, eitt eru einhver lágmörk. Og þetta það þannig að það segir þarna í einhverju plaggi, einhvers staðar á vefsíðu Seðlabankans, þetta megi vera 10%. Það ekkert víst að þið fá lán fyrir 90% af kaupverði og það ekki endilega góð hugmynd. Eigum við þá að fara í hlutdeildarlán ef að kaupa þetta með verktaka? Alls ekki nema það sé ekkert annað mögulegt. Það skárra en að festast ævilangt á leigumarkaði, en það bara fátæktagildra ef að því gætu gert á öðruvísi. Þannig að ég bara mjög hlakka til að þau kerfi verður bara algjörlega aflögð einhvern tímann. En eigum við þá að safna lágmarkinu og koma okkur inn á markaðinn sem fyrst? Sko, þarna getur verið rosalega erfitt að svara. Og ég segi að ef við getum gert þetta alveg ofboðslega hratt, þá betra að safna þessi ríflega 10%, en það getur líka bara verið óljós einhver óvæntur kostnaður sem kemur og það getur verið dýrt að flytja og við getum þurft einhverja smá auka aura. En það sem við þurfum aðeins að minna okkur á það, og þá vísa ég það sem að Páll var einmitt að segja áðan, varðandi það að vera fljóta greiða niður lánin, að þegar við erum flutt inn, þegar við erum núna búin að eyða kannski 3 árum í að safna fyrir íbúð, sem risastórt afrek og við eigum að fagna því, þá eigum við að flytja inn og við megum ekki mála, við erum ekki að fara að kaupa neitt inn í íbúðina, við förum bara beint í að keyra niður lánin. Af hverju það svona mikilvægt? Það ekki bara vegna þess að kjörin verða mjög slæm. Það fær engin almennileg kjör á húsnæðislánin sem skulda meir en 70-80%. Þá erum við komin í það að vera með grunnlán og vera með einhver viðbótarlán og vera jafnvel með fyrstu kaupalán og þau eru rándýr. Þannig við viljum auðvitað ryðja þeim aðeins burt. Það getur líka verið verulega þung greiðslubyrði á þessum viðbótarstubbum sem eru stutt lán og það getur verið svo ofboðslegur munur, það getur verið svo mikill léttir þegar þau eru farin. En það líka vegna þess sem kannski ekki síst mikilvægt í dag og það að þeir sem að skulda mikið megi ekki endurfjármagna. Og við viljum geta endurfjármagnað. Það ekkert skemmtileg tilfinning að vera með ömurlegt lán, geta fengið betra lán annars staðar en meiga það ekki. Vegna þess að það eru ákveðin viðmið varðandi það að kaupa sér íbúð, það eru önnur þegar við erum að endurfjármagna. Og þegar við erum að endurfjármagna, þá hjá flestum verið að miða við 70% veðsetningu. Og við skuldum ekki meir en 70%. Þannig að þetta svona, hvenær get ég farið að anda léttar, hvenær má ég mála? Það bara þegar maður búinn að safna sig fyrir útborgun, fluttur inn, eða bara ennþá hjá mig og mömmu og pappa og bara leigja hana út og ná sér í peninga, búinn að keyra lánin kannski niður í 70%, þá þetta kannski að slaka örlítið á. En það þýðir samt ekki að við ætlum að vera 40 ára að eignast þessa íbúð og greiða hana niður. Og það hættulegasta sem ég heyri fólk segja, og hvað orðalag sem að mér finnst slæmt, þegar fólk segir ég lít á þetta sem leigu, ég leit á húsnæðislánið mitt sem leigu. Og ég hef alveg hitt fólk jafnvel á lífeyrisaldri sem segir, ég talaði þannig, sko. Maður kannski hittir fólk sem réttan á að gera sér skuldlaus svona í kringu það sem það hættir að vinna og það oft af því að það tók einhverja beygju. Af því að það hafði alltaf verið að ýta undan sér skuldum með bílalán, með einhverja yfirdrætti, með allt og stór húsnæðislán, taka peningana út þegar nýtt fasteignamat kemur og eyða þeim. En þetta endist aldrei neitt. Þú getur ekki farið á eftirlaun með 300.000 króna greiðslubyrði húsnæðislán. Þetta virkar ekki. Þannig á einhverjum tímapunkti að kveikja allir á
ferinu, sko. Það kemur alltaf að því að fólk átta sig á því, ég get ekki gert þetta svona. Ég verð að gera mig skuldlausan. Og það sem ungt fólk þarf að gera er að setja þetta upp í eitt risastórt plan strax í upphafi. Þannig að sá sem að heima hjá mömmu og pappa er ekki svona byrjaður að spá í því að vilja einhvern tíma flytja heiman, mun þurfa að flytja heiman og mun einhvern tíma verða að kaupa sér íbúð. Og þá þurfa mamma og pappi að leiðbeina við þetta og gera heildarplan, ekki bara þetta. Vegna þess að þegar að við erum búin að skipuleggja allt svona, þá erum við líka bara að temja okkur það að þarna sé hluti af fjármálunum okkar og það sé búið að taka frá í þetta. Vegna þess að það sem ég sé allt of oft er að fólk telur sig vera að gera rétt vegna þess að það er að borga reikningana sem verið er að rugga. Það er verið að biðja mig borga hérna 130 skall á mánuði, ég geri það og mér finnst ég vera að standa mig. En ég er kannski með verðtryggt jafngreiðslulán til 35 ára. Lánið bara hækkar og greiðslubyrðin hækkar allan líftíma lánsins. Ég er að taka nýtt lán í hverju mánuði. Og hvernig skilum maður þetta allt saman? Hvernig náum við utan þetta? Þetta er svo mikið og þetta er flókið, þetta eru heilmiklir útreikningar. Góðu fréttirnar eru það bara er allt saman opið á netinu. Það eru lánareiknivélar út allt. Það er hægt að stilla þessu öllu upp. Maður kannski þarf smá leiðsögn. En þegar öll eru á botninn hvolft, þá er eiginlega hver og einn einstaklingur svolítið einn í því að passa upp á að hann hafi agan í að halda þetta út. Og líka eitt sem að krefst mjög mikils aga er að gera ekki eins og vinirnir. Af því að vinirnir eru með allt niður um sig og þeir eru allir að fara að vera í skuldafangelsi til 65 ára. En þið ætlið ekki að vera það. Þið ætlið að geta komið ykkur inn á markaðinn með því að kaupa íbúð. Þið ætlið að vera rosalega duglega að greiða niður skuldir þannig að þið getið stækka við ykkur einhvern tímann ef þið viljið það. En líka sérstaklega til þess að það geti komið einhvern tímann á þeim tímapunkti í ykkar lífi þar sem þið skuldið ekki neitt og getið leyft ykkur það sem aðrir get ekki leyft sér. Flest heimili á Íslandi myndi ekkert ráða við það að annar aðilinn af pari myndi segja ég vegna einhverja ástæðna vil ekki vinna lengur eða get ekki unni lengur. Bara ráð ekki við það. Get ekki kannski ráði við það að segja, heyrðu, mamma og pappi eru veik og ég ætla bara aðeins að taka mér hérna, ég ætla bara að sleppa vinnunni og vera svolítið hjá þeim. Eða segja, ég nenni ekki að vera á Íslandi í janúar og febrúar, ég ætla að vera einhvers staðar annars staðar. Eða segja, ég ætla að fara að fjárfesta 500.000 kalli á mánuði. Það bara getur ekki þetta hefðbundna heimili. Þau sem eru skuldlaus geta þetta. Þetta er fólki sem verður ríkt á Íslandi. Ekki þeir sem tóku áhættu, heldur þvert á móti þeir sem halda sig frá þeirri áhættu sem lánin eru. Og gera sér skuldlaus og fara þá virkilega að fjárfesta. Það eru stóru tölunar sem við sjáum. Þannig að þið heyrið eins og ég er að tala maður er ekki bara að safna fyrir útborgun í íbúð. Maður er í rauninni að hefja þarna ákveðna vegferð sem er algjörlega sentral í öllum okkar fjármálum ævilangt og skilur á milli þess hvort fólk muni geta haft það gott eða ekki. Þannig ég vona að ég sé ekki bara eitthvað að hræða ykkur og að tala niður hvernig foreldrinu tala, heldur að hvetja ykkur áfram í það að maður þarf svolítið svona að segja, heyrðu, ok, nú ætlum ég að gera þetta. Það er þetta keppnisskap sem allir þurfa einhvern tímann að grípa í og við þurfum sannarlega á því að halda þarna.